Ég í ferðaþjónustu, fyrst og fremst af því mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Ég ótrúlega gaman af skapandi vinnu, mér finnst vinna mín mjög skapandi. Mér finnst gaman að gera umhverfið mitt fallegt. Mér finnst gaman að vinna með ótrúlega ólíku fólki og frá fullt af mismunandi löndum. Þannig að ég held að hreinskilasta svar sé bara að mér finnst þetta ótrúlega skemmtileg vinna. Það má alls ekki missa Hvítserk. Eitt fallegasta náttúrufyrirbæri landsins finnst mér. Svo finnst mér Kolugljúfur, ótrúlega fallegur foss. Hann svona finnst mér svona falið fyrir öllum og ekki allir vita af honum. Ótrúlega magnaður og svona dramatískur foss. Síðan finnst mér bara Hvammstangi alveg ótrúlega sjarmerandi sjávarþorp. Ótrúlega snyrtilegt, fallegt, skemmtilegt að labba og alveg ótrúlega mikið í búði. Og það eru margir sem að veila sig fyrir því að keyra þessar 5 mínútur frá þjóðveginum. Bara vita ekki af því að Hvammstangi svona krúttlegur bær. Ég man alveg bara fyrir svona 10 árum síðan þegar ég var að koma inn heim. Það var kannski jafnvel styttra síðan. Það var bara engin veitingastæður, minni opnunartími á búðinni. Það var bara, mér fannst bærinn vera bara hálfsofandi. Þannig að mér finnst ferðaþjónusta klárlega að hafa fegrað umhverfið. Það lengur opnunartími í kaupfélaginu. Loksins grundvelli fyrir því að reka veitingastað á ársgrundvelli. Það finnst bara þjónusta að hafa bæst á mörgu leyti og margt hafa orðið betra fyrir vikið. Við erum með 35 manns í vinnu sumartímann og mjög mikið heimafólki vinnur hér. Og yfir vetrartímann eru 12–15 manns að vinna, þannig að það eru margir sem vinna hér allt árið. Síðan tökum við þátt í alls konar fjáröflunum, styrkjum, alls konar lítil félög eða svoleiðis til þess að veita vinninga í alls konar happdrætti og bingo og annað slíkt. Svo líka má nefna að við gefum alltaf mann leiksins í fótboltaliðinu Hvammstanga Kormáki. Við erum alltaf með hamborgara vikunar fyrir mann leiksins. Það er svona sitt lítið af hverju.